Nú ætla ég að taka dæmi hlutheldun þar sem að fallið sem að á að heilda er kósíöður af x. Við getum náttúrulega að hugsa þetta sem tvö föll í rauninni, cos x sinnum cos x og þá látum við u vera cos x og vaff merkt vera cos x. Þannig að u merkt er mínus sínus af x og vaff er sínus af x. Þannig að hér erum við með u vaff merkt, kósíöður af x. Og við ætlum að beita hlutheldun þar sem að reglan segir okkur að heildiða u vaff merkt sem að væri þá cos x eða kósíöður af x er u sinnum vaff mínus heildiða u merkt vaff d af x. Nú, þetta er svolítið svona plássfrekt dæmi, þannig að við byrjum bara að svona raða inn í formúluna. Við erum hérna með allt sem við þurfum, u merkt, vaff merkt og setjum þetta inn í þessa formúlu hér. Þá lítur þetta svona út og hér er mínus og hér er mínus, þannig að við kannski getum hreinskrifað þetta bara og sett strax plús. Svona. Annað sem að við sjáum er að sínus af x, sínus af x, það er sínujöður af x. Og þá þurfum við aðeins að hugsa út fyrir kassan. Við erum búin að setja okkur hérna einhver reglu fyrir kósínus af x og þurfum að hafa í huga þær reglur sem að við höfum lært, kannski ekki þessum áfanga, en ég ætla að setja hérna inn. Þetta er hornfallaregla sem að er stundum kölluð hornfallaeiningin, en allavega hún segir okkur að sínusjöður af x pluss kósíöður af x er jafnt og 1. Og það þýðir að sínusjöður af x er þá 1 mínus kósíöður af x. Svo við getum tekið þetta hér og sett hérna inn í þetta heildi í staðinn, að því við erum búin að skilgreina u og vaff merkt með tilliti til kósínus. Þannig að þetta hjálpar. Og þá lítur dæmið svona út. Og við getum auðveldlega heildað 1, við kunnum það. Og síðan kemur hérna mínus kósíöður af x og þá förum við að endurtaka okkur. Sem að er í rauninni góða fréttir. Ég set hérna inn auka línu bara til þess að það fara ekkert á milli mála að við getum heildað þegar innan heildis eru 2 liðir, þá getum við heildað hvorn lið fyrir sig. Við getum heildað 1 annars vegar og svo getum við heildað mínus. Já, við getum sett mínusinn hérna milli og heildað svo kósíöður af x. Nú þegar við heildum 1 þá fáum við þetta x, en síðan á að heilda aftur mínus kósíöður af x og það var einmitt heildi sem við byrjuðum með. Þannig að við vitum að ef við förum að heilda kósíöður af x með þessari aðferð sem að við erum að nota, þá endum við bara á því að heilda það aftur og aftur og aftur. En triksið er í þessu tilviki að við erum að vinna hérna með jöfnu. Kós í öðru af x er jafnt og allt þetta hér, jafnt og þetta, svo þetta og að lokum þetta hér. Þannig að jafnan okkar, hún lítur núna svona út. Heildið af kósi öðru af x með til x er allt þetta hér. Og ef við nú förum að hugsa þetta núna hérna frá, hættum að heilda og hugsum bara þetta sem jöfnu sem við ætlum að leysa.
að þá erum við með tvo liði sem er eins. Það er þessi hérna, hægra megin, er alveg nákvæmlega eins og þessi liður hérna, vinstra megin. Svo ef við færum hann yfir, við getum sagt sem svo, við erum náttúrulega ekki að færa neitt, við segjum bara plús þessi liður, báðum megin, þannig að hann færist hingað, hverfur hérna, sem þýðir að á vinstri hlið jöfnunnar erum við núna með tvo svona eða tvö svona heildi nákvæmlega eins. Það er í rauninni bara þannig að þetta heildi plús þetta heildi gefur okkur tvö alveg nákvæmlega eins heildi og jafnan segir að tvisvar sinnum heildið af kósjöður af x er cos x sin x pluss x. Þá getum við nú til þess að því að markmiðið var að finna hvað er eitt svona heildi, hvað er heildið af cos x, kósjöður af x. Við getum núna fundið það með því að einfaldlega að deila með tveimur, af því að ef að tvö svona heildi gefa okkur þetta hér, þá hlýtur að vera hægt að deila bara með tveimur til þess að fá hvað eitt heildi er. Og þar með höfum við svarið. Þá má þetta setja þetta upp á fleiri en einn hátt. Ég meina, skoðum það bara hérna á næstu síðu. Þetta er það sem að ég valdi að skrifa og það var nú, já, bara sem dæmi, bara plássið til dæmis á glerunni sem er réðið því að ég skrifa þetta svona upp. Hér er önnur leið og að sjálfsögðu skiptir engu máli hvort við setjum undan cos x sin x eða sin x cos x, það er bara margföldun hérna á milli, þannig að röðin skiptir ekki máli. Einnig mætti setja þetta svona upp, ég meina það er þannig að allur teljarinn, hann deilist með tveimur, þannig að sem er það saman eins og margfaldur með hálfum, svo að þessi hluti hérna sinnum hálfur pluss x sinnum hálfur, allt þetta gefur okkur sama svar og það er alveg kannski ekki óendanlegir möguleikar að skrifa svona upp, en það eru nokkri möguleikar og eina sem vantar hérna í lokasvarið er að bæta við fastanum. Svo þarna hafið þið smá útskýringu á þessu sýnidæmi sem er á blaðsíðu 47 í bókinni og er til miður ekki alveg rétt þar, en hérna er það rétt. Og svo bara munið þið að þið getið sett ykkar svar inn til dæmis í Integral Calculator til þess að athuga hvort að það sé sambærilegt við svarið sem að bókin gefur upp eða forritið gefur upp og þá er oft fleiri en ein leið að skila svona lausnum. Og ef þið er ekki viss, þá hafið þið samband.